Brynjar hefur bara algjörlega opnað augu mín fyrir því óréttlæti sem ríkir varðandi jafnrétti kynjanna. Það enginn sem segir við stelpur að okkar íþróttaiðkun skiptir minna máli en drengja. Þú bara finnur það. Ég sé mismunun á milli kynjanna miklu betur í dag og ég sé ekki að það verði eitthvað svona töfralaust sem að leysa þetta allt saman. En mér finnst að þannig algjörlega vera á réttri leið. Ég tók eftir töluverðum mun á getu strákana og strákamótum, ákefð, hvernig þjálfararnir þjálfa og í rauninni bara svona tækni. Kröfurnar eru miklu minni á stelpurnar, þær fá meiri hrós fyrir að gera minna og bæta sig þar alveg miklu hægar. Stelpumegin þá eru foreldrar miklu fljótari að fara á völlinn og hugga ef eitthvað meiðir sig. Fólk er rosalega viðkvæmt fyrir því að það sé einhver ákveðin við stelpurnar. Og ég held einhvern veginn að það sé að því að stelpur eru einhvern veginn orðnar svona, þær eru alltaf að vera svo stilltar og þær eru alltaf svo rólegar að þær eru með að bara vera þannig. Við talum nú ekki á mótum, þar erum við með foreldra og þjálfara og allir miklu minna líflegir á hliðarlínunni, það er miklu minni áhuga á þessu öllu og svo náttúrulega bara körfuboltalega er krafan nánast engin á það að þær kunni reglurnar og séu komnar okkur ákveðið level með körfuboltaferðnina. Hvað þá eitthvað leikfræði og svona hluti? Ég skil ekki hvað þetta er mikill munur. Af hverju eru þeir svona fljótir að ná hlutunum? Ég held að sé bara því að það er svona mikið í umhverfinu hjá þeim þar sem er svona, þeir sogast í að skoða þetta sérstaklega sjálfur í gegnum svona fyrirmyndir á YouTube og þetta visualization, þar sem þú ert að sjá eitthvað gera þetta og svo bara allir mætur og gerir þetta sjálfur á æfingum. Ég þekki þetta bara sjálf að vera stelpa í íþróttum, að það vantar rosa mikið fyrirmyndir fyrir okkur. Við eigum miklu erfiðari og stelpunar okkar eiga miklu erfiðari með að tengja við þessa gaura í NBA. Og ég held að þetta sé stóra ástæða fyrir því að þær eru eiga erfiðari með að ná þessum hlutum jafn hratt og strákarnir. Og þegar ég horfa á þá, þeir eru búin að milli æfinga, horfa á þessu gaura og trúa því allir að þeir gætu orðið það góðir að fara í NBA. Og þeir líka tengja svo mikið við það að vera góðir, þetta er svo mikið identity fyrir þá. Stelpunar í Aþenu eru þjálfaðar eins og strákarnir okkar, en það spilar inn í að umhverfið hjá stelpunum hefur svo mikil áhrif. En það sem er svo skrítið er að upplifa foreldrana í þessu umhverfi og allar áskoranirnar sem stelpurnar eru að díla við það að fá að æfa við svona aðstæður. Það gengur miklu hægar á þeim að ná hlutum heldur en hjá strákum. Það er bara, og það er ekki út af strákarnir eru betri. Það er að því að foreldrarnir eru einhvern veginn að draga þær tilbaka. Upplifun mín er svo að fólk sé bara ekki tilbúið í svona ákefð þegar það er að horfa á stelpur, sem er alls ekki máli á strákamótunum. Brynjar er eins og báðum mótum, hann þjálfar strákana eins og stelpuna og stelpuna eins og strákana og viðbrögð fólks inn í salnum eru bara gjörólík. Foreldrar stelpna eiga miklu erfiðari með þetta. Prógrammið Brynjars eru eins. Ég veit ekki neina manneskju aðra sem að tekst að koma eins fram við stelpur og stráka. Ég fann það bara hjá mér þegar ég byrjaði að þjálfa þessar stelpur að mér langaði að gefa þeim afslátt. Það var tilfinningin. En mér dettur ekki í hug í dag og þær líka myndi ekki láta sig hafa það. Ég bý í Garðabænum og stelpurnar mínar myndi aldrei taka í mál að æfa með félaginu þar, Stjörnunni. Því þær vita alveg hvað er að gerast þar. Þær eru ekkert blindar á það sem kemur í fréttum og svoleiðis. Það er búið að leggja niður meistaraflokkinn. Maður fór svona meira að horfa í kringu sig og virkilega pæla í þessu hlutum þegar maður fór í þjálfunina með stelpurnar hjá Brynjari. Og til dæmis bara það sem gerðist hjá Stjörnunni í vor þegar þeir leggja niður meistaraflokk kvenna og síðan er það að kaupa leikmenn og segja sig ekki til peningar fyrir kvennakörfuna og kaupa fullt af dýrum leikmennum í kallakörfuna og þetta bara kristallast það sem að máli snýst um. Stelpur þurfa alltaf að lúta, þær fá alltaf verið tíma, minni peninga, verið þjálfun. Og það er engin metnaður fyrir meistaraflokki kvenna í Stjörnunni. Þannig að þær vita alveg að það er engin framtíð þar. Ég myndi segja að markmið Brynjars væru að breyta viðhorfum til stelpna í íþróttum. Ég held að aðaldrifkrafturinn sem Brynjar hefur að baki stelpuþjálfuninni er að undirbúa dóttur sína og stelpurnar sem er í kringum hana
fyrir hvernig hreyfingin hefur komið fram við kvenfólk gegnum tíðina og mögulega reyna að breyta einhverju í hreyfingunni á sama tíma til eins betra. Þjálfarinn hans Brynjars gengur út á að setja leikmenn í erfiðar aðstæður, gefa þeim endurgjöf og gefa þeim eitthvað plan til að bæta sig, til að benda á hvað þarf að bæta og hvernig á að gera það. En svo er munur á því hvað er erfitt. Það sem er auðvelt strákamegin getur verið mjög erfitt stelpumegin, eins og til dæmis bara að keyra upp hörkuna. Það þarf stundum bara að skrúa spennustigið upp hjá stelpunum. Þær hafa einhvern svona viðhorf það að það þurfi alltaf að vera rólegt og enginn með læti og eitthvað þannig. Þannig að það þarf að keyra þau upp og þá náttúrulega hefur það keyrt upp með öskrum og það lítur svolítið svona skringilega út undan frá. Hjá strákunum þá er þetta spennustig oft bara mjög hátt, hefur keppnisskapið og það er bara eðlislegt. Allir eru bara fyrst eðlilegt. Að búa til sama umhverfi, stelpumegin, það er svona, þá ertu að fara út fyrir einhver þægindaramma og einhver mörk sem má kannski ekki fara út fyrir. Og það skiptir svo miklu máli líka sérstaklega fyrir stelpur, að það er þoliða stundum að vera skammaðar, að láta aðeins heyra það. En náttúrulega að því gefnu að þetta sé síðan útskýrt hvað er verið að gera vitlaust. Þurfum ekki alltaf að vera í bómullanhornum. Þannig að hún vill svona æfingu og það segir manni svolítið margt. Erum við kannski að fara of mjúkum höndum stelpur af því við höldum að vilja þetta ekki? Vilja þetta kannski? Fá ákveðnar æfingar svona harðar. Af því mér finnst alla stelpurnar rosalega ánægðar. Ég er búin að tala við það margar og alla mjög ánægðar og það er vilja að vita nákvæmlega hvað það standa. Það vilja ekkert sykur húðað. Mér sýnist þessar stelpur og þetta lið nú þegar hafa haft hellingsáhrif á kúltúrinn og fólki í kringu sig. Ósjálfrátt, þá sér maður að við erum aðeins að smita út. Þetta er strax byrjað að hafa áhrif, það er smá svona kúltúrbreyting, það er svona meira spennandi að horfa á, kvennaboltann, þegar stemmingin rifnar svona upp og stelpur eru að henda sér fram og tilbaka á gólfinu og rífast boltan. Þessar stelpur eru byrjaðar að breyta umhverfinu sínu í kringum sig. Stelpurnar sem eru að spila við þær í öðrum liðum, þær eru að horfa á þær og þær eru að fá meiri metnað í að gera betur. Þá verður það allt í einu spennustigið það hækkar. Það bara tekur eftir í höllinni sjálfri sem þess að ég er að keppa. Stemmingin húsinu alveg fer á annað level. Svaka öskur og læti og klappað og foreldrar spenntir og sem þetta næst í að henda fólki út og svona. Þannig að það er bara gaman, gott skemmtanagildi. Jafnvel leikurinn undan hafði eitthvað verið spennandi en það var einhverjum ástæðum að hækkaði spennustigið þarna. Bæði vegna þess að þær komu dýrvitlausar inn, sjálfar, mjög agaðar, tilbúnar. Það er alltaf svo gaman, það er alltaf barist og maður finnur alveg að liðið sem spilar á móti okkur mætir öðru vísi í leikina og maður heyrir að þeim finnst gaman að keppa þessa leiki. Og það hleypir miklu meiri umgjörð og hleypir miklu meiri spennu í alla leiki. Því að það ætla allir að sigra þær og þú peppast sjálfur með sem áhorfandi og ert tilbúin til að taka meiri þátt. Það er náttúrulega bara, það er ekkert skemmtilegra en að horfa á íþróttir með ástríðu sko. Þannig að þegar þessi kynslóð kemur upp í meistaraflokk þá vonandi verður betri mæting á leiki og aðeins meira aksjón og eitthvað meira gerast í kringum kvennaboltann. Ég held að framtíðarplönin sé að koma á legg íþróttafélagi Aþenu sem best fyrir réttindum kvenna innan hreyfingarinnar sem og minnihlutahópum almennt. Og svo líka að þjálfa þessar stelpur upp í að verða breytingarafl í hreyfingunni. Og svo náttúrulega bara verður þetta alveg rosalegt þegar við fáum að sjá þær eldast og byrja að þjálfa sjálfar og hafa ennþá meira áhrif, fá að nýta sér allt sem þær eru búin að læra. Það tengja svolítið við svona að geta verið afl, breytt einhverju, skipt máli og ekki endilega bara vera góð í körfubolta heldur að hafa svona áhrif í víðara samhengi. Að breyta einhverju sem er slæmt yfir í eitthvað betra.